Ég nenni nú ekki að lesa hann upp fyrir ykkur því það skiptir okkur engu máli hér hjá sjónvarpinu hvað ykkur finnst það því þið þurfi hvort sem að borga afnotagjöldin. Jæja, hvernig ætlum við að hafa þetta í vetur? Eigum við að stjórna þessum þætti eða ætlum þú að stjórna honum bara? Jæja, ætlum við ekki að stjórna honum í sameiningu? Ég get náttúrulega náð í kaffið. Ef það það sem þú vilt, þá ég til í það. Já, ég myndi nú frekar kjósa það, sjá það að ná í kaffið og þú myndir stjórna þætti. Já, ég vil nú fá að ná í kaffi endur eins. Já, ég sé ekkert rétt að þetta í því, menn vilt þú ekki bara stjórna þetta þætti? Það ætlar að leggja þetta á mig? Já, ég að sjá einn þennan þátt. Já, ég vil bara sjá að ná í kaffi og þú getur ekki að gera þetta í sameiningu? Ég ætla líka að fá að fara að ná í kaffi. Já, ég hef engan ef mig langar í kaffi, þá bara næ ég næ bara í kaffi. Þú hefur enga rétt á því að ná einn í kaffi. Þú hefur enga rétt á því að bara ná í kaffi þegar ég kem bara með bollan minn og næ mér í kaffi í minn bolla þegar ég vil. Ég get náði minn fatt og þú getur bara séð að stjórna þetta og ég get séð Nei, það kemur ekkert í mála Árni. Við ætlum að sjá þetta saman. Ég er farin að ná í kaffi. Heyrðu? Ég er farin að ná í kaffi. Heyrðu, ég hef líka rétt á að ná í kaffi þegar mig langar í kaffi. Næsti þáttur í boði Gauta Thorarensen. Fátt yndislegra fyrir veiðimanninn en standa við árbakka og vera að fáa. Þeir félagarnir Gauti Thorarensen verktaki og Guðmundur Pitt athafnaskáld eru búnir að hlakka til þessara stundar lengi, enda ekki á hverjum degi sem færi gefst á að veiða í birtingahyl. Hér sést Gauti í vöðlum frá Gore-Tex með abúveiðihjól frá veiðimanninum en vestið úr veiðivon. Þetta Guðmundur Pitt sjálfur í alklæðniði frá Útilíf með GSM frá Post og Síma og faxtækið einnig frá sama fyrirtæki. Það fátt sem jafnast á við það að kissa góðan vin eftir að hafa fengið það á árbakka. Þessi þáttur var í boði Gauta Thorarensen. Íslandsvinurinn, Tyrkinn og ofsatrúamaðurinn Halimal staddur hér á landi á vegum Skagaleikflokksins að leika í leikritinu Sú gamla kemur í heimsókn eftir Durren Matt. Halim sagðist vel geta hugsað sér að setjast aftur að hér á landi svo vel kynni hann við land og þjóð. Heyrst hefur að hann hafi í hyggju að sækja stöðu útvarpsstjóra. Varst þú ekki þetta símanúmerið? Nei, dýrabjörnir. Var ég að vinna eitthvað? Nei. Hvað vann ég? Nei, ekkert svoleiðis. Ég ætla bara að athuga hvort hann Gauti verið við. Þetta Gáta? Hvar Gauti? Gauti. Gauti? Gauti! Gauti minn, ertu að gera stórt eða lítið? Á hverju? Það maður hérna sem vill endilega vita það. Nei. Vita hann að reyna að segja eitthvað. Ertu kannski að gera bæði, Gauti? Fyrirgefðu, ert þú konan hans Gauta? Bylgja Thorarensen, leikkona. Ert þú kannski leiklistamaður? Nei, ég heiti Gummi og ég fann að vinna hjá hann Gauta. Ég líka fann að vinna hjá hann Gauta. Ertu ekki konan hans? Jú, ég var alveg búin að gleyma því. Hvað heitir þú? Guðmundur Pitt. Já. Ert þú kannski leiklistamaður? Nei, ég vinn hjá Gauta. Ég líka. Ó, fyrirgefðu. Halló? Já, halló? Halló? Jæja, þá getum við byrjað. Komið sæl, ég heiti Gunnar og ég asnalegur. Komið sæl, ég heiti Gretar og ég asnalegur. Sæl, Gretar. Já. Já, ég heiti Silla og ég asnaleg. Ég heiti Karl Ólafsson, ég asnalegur. Já, komið sæl og blessuð og verið velkomin á fund hjá asnalegu samtökunum. Mikið gaman að sjá okkur öll hér saman komin.
Eigum ekki þá bara að vinda okkur strax í fyrsta ræðumann. Það Grétar, gjörðu svo vel. Komið þér blessuð, Sally, ég heiti Grétar. Já, sæl Grétar minn. Og ég asnalugur. Já. Ég fór að vera asnalugur strax eftir fermingu. Ég gifti mig. Kona mín fór frá mér af því hún þoldi ekki hvað ég var asnalugur. Börnin mín vildi ekki tala við mig af því að ég var svo asnalugur. En svo eftir að ég kynntist asnalugssamtökunum hefur líf mitt snúist við. Ég veit að núna það er ekki mér að kenna hvað ég er asnalugur. Ég vil bara sætta mig við þetta og vera asnalugur einn dag í einu. Ég vaknaði asnalugur í morgun og ég voni verið asnalugur á kvöld með ykkar hjálp og asnalugur samtakana. Ég ætla ekki að segja meira. Nei. Ég þakka bara fyrir. Já, Grétar minn, það er alltaf svo gott að hlusta á þig. Þú ert svo opinn og asnalugur. Jæja, eigum við ekki að ljúka þessum fundi með því að fara með ykkur yndislegu asnalegu bæn. Hæ, það er sama með hvaða erlenda flugfélagi þú flýgur, það er alltaf ódýrari en með íslenska flugfélaginu. Þér finnst það skrítið. Okkur er alveg nákvæmlega sama. Heldur að nefið hafi ekki dottið. Æ, árans eyrað á mér. Ert þú einn af þessum eiga það til að missa nefið í boðum eða dettur eyrað stundum aður? Við erum lausn á þessu vandamál. Nýja húðlífið frá Skin Glue hefur undraverð áhrif. Hingað er kominn Dr. Jón Pálmason, húðsérfræðingur. Segðu mér, Dr. Jón, nú ert þú með 2 eyru og 4 nef. Já, þetta ger ég bara gamni mínu til að sýna hvað húðlímið er sterkt. Já, en er þetta ekki óhollt fyrir húðina? Nei, þvert á móti, mjög hollt. Lít á, þetta færðu aðeins hér á strandmarkaðanum fyrir 9.999 og vandamálin eru á bak og á burt. Hjá markaðsfulltrúa biskups, góðan dag. Dúlla? Nei, það er engin dúlla hér. Ekki finnst mér þetta sniðugt fyrir ímynd mína. Sko, þú verður að gera grein fyrir því að Íslendingar eru hálfvitar. Og þú verður að breyta þér þannig að fólk haldi að þú sért ekki þú, heldur einhver annar. Skilurðu? Já. Já, farið í klefann að máta eitthvað annað. Já. Nei, Ólafur, þetta virkar alveg öfugt. Já, er það, já. Ég er með rosalega góða hugmynd, Gauti, sem gæti skilað miklum arði. Nú? Já, við opnum svona sólbaðstofukeðju á öllum Norðurlöndunum og Grænlandi meðtöldu. Nei, Gummi litli pitt, það gengur ekki, sko. Ég á nóg af sólbaðstofum, svo við farum ekki að stofna til heillara keðju. Já, en ef við opnum svona vídeólegu útvarpsstöð eða rútum með karaoke-græfi sem við rútum bara Nei! Bara ferðaskrifstofu. Ferðaskrifstofu? Já. Er þetta að græða eitthvað á því? Já. Svona ferðaskrifstofu fyrir fólk sem fer aldrei neitt, svona öðruvísi ferðaskrifstofu. Og kosturinn er að við förum ekki neitt með hópana. Ertu á eiturlífi með eitthvað? Nei, ég er bara aðeins að móta þetta í huganum. Ha-ha-hæ. Hlustað á, nú hef ég skrýtnað segja frá. Ha-ha-hæ. Hlustað á, hver sem vill því trúa má. Af hverju gerur þetta, Raymond? Maturinn er, búinn. Hvað er ég eftir að segja? Þú átt að segja að maturinn er tilbúinn? Ég ken það bara aftur. Ég ætla bara að segja, minnst þetta ömulegu búningur og minnst hann farið mér ofsalega. Já, þögn! Já, algjör þögn. Byrja aftur. Á ég ekki að segja þetta þó sé þögn? Jú. Þegar Guðmundur er búinn að segja af hverju gerur þetta, Raymond, kemur þú inn og segir þína setningu, Bylgja mín. Já, ég skil. Ég ken það bara aftur. Ég byrja það núna bara. Af hverju gerur... Maturinn er búinn. Nei, tilbúinn, Bylgja. Tilbúinn. Já. Ég ken það bara einu sinni enn.
Er það þjóðarsáli? Já, góðan dag. Hver hringir? Alda Söbekk frá Skrauthólum. Frá Skrauthólum? Þar þekki ég nú hverja þú eins og lóan á mér. Ég hérna á Imperial Hotel í Flórida og ætla kvarta undan þjónustunni. Nú, ég var á Imperial Hotel fyrir viku og hef undan enga kvarta Alda. Það einhver múlatti sem þjónn hérna og skilur ekki mannsins ná. Já, það hann Jose Carreras, besti vinnu minn Alda. Það ekki hægt að fá ananas. Alda, ef þú lítur niður og til hægri sérðu búð á horninu, þar vinnur Romero mikill vinnu minn, hann selur þér ananas. Það sama hvert maður fer, það allstaði sami viðbjóðurinn. Ég fór í ferð til Kúbu í vor og var þar á Hilton og það var sama saga. Alda, Hilton á Kúbu, ég var þar verslunarmannahelgina, snæddi miðdegisverð með Castro, ekki varð ég við neitt viðbjóð þar Alda. Já, það var annað upp á teningnum í Danmörku á stríðsárunum. Alda, ég var nú á stríðsárunum í Köpen sjálfur og ég var nú... Hann Helmut gaf mér svo fallegan rauðan kjól. Já, nei, Alda mín, hann var gulur. Og ég gekk niður gott fyrir skaði seint á eftir. Nei, Alda, það var pílestreði ef ég mann rétt. Þá var götunum víst Íslað 32. Það naumast, þú veist maður. Það er bara ekki þurrþráður eftir ámanni eftir að hafa talað við þig. Er þetta bara ekki nokkuð gott? Nei, þetta kannski full harkalegt. Já, það er já. Gans þetta lekker hattur, Sortner. Þetta flæmski hatturinn minn. Ég verði að vera með hann. Ég fór nefnilega skal ég segja í heila línuritt fyrir 2 árum síðan og það bara kom ekki fram neinar bylgjur eða neitt. Svo lesa þeir tóka mér höfuð og sendu í rannsókn til Svíþjóðar. Þá kom í ljós, ég var bara ekki með neitt heila. Já. Og það var bara settur í mig heili. Já, og var hann úr latexi? Nei, hann var úr kind. Já, og það var hann úr kindu. Þú meira kaffi, sko? Nei, takk. Íslandsvinurinn Bill Clinton kom við hér á landi í morgun á einræðsinni til að taka eldsneyti. Að sögn formælanda forsetans leist forsetunum vel á land og þjóð og sagðist vel geta hugsað sér að setjast hér að. Heyrst hefur að sendinefnd á vegum Hvíta hússins hafi orðið eftir hér á landi að finna sumarhús fyrir forsetan við Hafravatn. Þess má til gamans geta að forsetin af íslenskum ættum eða úr Árnessýslu í 29. ættlið og þar af leiðandi með víkingablóð í æðum. Góðan daginn hér. Góðan daginn. Jóhó, er þetta ekki ferðaskipstofa Blindra hér? Jú. Við erum með, skal ég segja, margar ferðir í boði. Til dæmis ferðir til Mallorca, Costa del Pablos og Glasgow, svo eitthvað sinna. Já, ég var nú að hugsa sólarlandaferðina. Já, hvernig líst þér á Mallorca? Já, mér líst bara alveg skínandi vel á það. Já. Hvað kostar það? Já, sko, flugvagisting á glæsilegu hóteli með sérþjálfari farastjórn og nuddpotti myndi kosta það til 180.000 krónur. Ertu brjálað? Já, sko, þú getur fengið það á raðgreiðslu til 36 mánaða. Nó, þá þetta hræbilegt. Já, bókstaflega bara gefið. Já. Ég hef nú bara ekki lent í öðru eins kostabóðum dagana. Ég veit við. Ágætu farþegar, það flugstofleikurinn þarar. Við fljúgum í 30. hæð. Við áætlum að lenda á Mallorca eftir bil 3 klukkustundir. Þar sem vélin troðfull gætu flugþjóðirnar okkar tafist örlítið en þið vonandi sýnu okkur smá þolinmæði. Það verður. Má bjóða þér kaffi? Ég komið svo með sagabút í kerruna eftir augnablik. Þar getið þið keypt ýmsan nauðsynlegan varning, svo sem eins og gullpenna, silkislæður og armbandsúr. Ágætu farþegar, það flugstofleikar hérna aftur. Við erum líka á mistandur. Maður af arabísku bergi brotinn. Hann með skambissu í hendinni og miður hann á mig og hótar að drepa mig ef ég fljúi ekki vélni til Teheran þar sem við verðum öll tekin af lífi. Nei, halló, fyrirgefið, halló, bara smá flugstjóragrín, já, hér. Af hverju gerður þetta, Raymond? Meiddirðu þig? Ég get ekki bæði
bæði tala og labba og gengi og leiki bæði í einu. Gott kvöld. Okkur bræðrunum hefur verið boðið að koma með þennan gamla útvarpsþátt í sjónvarpið, en það vantar hér alltaf gott útvarpsefni og þess maður geta að við erum báðir ennþá í bílunum og þið séu löngu hættir. Og svo fáum við líka mikið betur borgað fyrir það að vera í sjónvarpinu þar sem við sjáumst en í útvarpinu þar sem bara heyrist í okkur. Gestur okkar í kvöld er Sigurður Skaftason, eða Siggi Blásýra eins og hann er kallaður í hljómskálabrassanum. Og Siggi, þú tókst hérna með þér skemmtilegar fjölskyldumyndir og þú ætlar að segja okkur svolítið frá uppvexti. Já, ég er fæddur og uppalinn á Kjalarnesi og hjónu aldrei reyndar eitthvað foreldrar mínir hétu. En pabbi var alveg landsfrægur á teiknum og var svo hraðskrifulegur á orðinu að ljárinn sást varla. Hann hafði ekki farið út að slá einu sinni, hafði ekki farið út lengi og svona uppsöfnuð sláttorka sem var bara föst í kroppnum á honum, nema hann fer út og sló og kom ekkert inn aftur maður út morguninn og hann sló sig út allan Faxaflóa maður og út allan Borgarfjörðinn og endaði í Breiðafirði. Hann bjó hann til Galta, það sem nú er kallað Flatey sko, Flathey. Heyið er orðið flatt og orðið eigið. Og hann er þar eflaust ennþá? Nei, hann kom heim haustum og dreif sig í bændaferð til Kanada nú þar sem hann er stattur á bændasýningu, á rútasýningu segi ég, í Gimli. Þá fer hann út í skóga að pissa og hann lítur upp í miðri bununni maður. Heyrðu, þá sér hann það bara 63 vestur-íslenska bændur í sjálfveldu. Hann bjargar hverjum einasta bóndóð upp og fyrst, aleinn á sylgjubómsólum einum saman. Og bara einum saman. Hvernig fór hann að því? Það veit ég ekkert maður, hann bara reddaði tíma eins og maður reddaði hlutunum. Heyrðu, þegar dólkarnir eru komnir upp á þurrt land, alveg vitstóla hræslu, þá kemur upp úr dúrnum að þeir heita allir Jóhannes og Guðmundur og eru flest allir föðurbræður hans pappa. Þarna er Jóhannes og þarna er Guðmundur og Jóhannes og Guðmundur þarna og Jóhannes Guðmundur er þarna við hliðina á honum. Siggi, nú sé ég að þú ert hérna með uppáhaldsfantinn þinn með þér og hann á svo skemmtilega sögu þessi fantur. Geturðu sagt okkur sögu hans? Nei, ég hef aldrei séð þetta, ég keypti þetta nú bara á leiðinni minni. En Siggi, áttu þér eitthvað uppáhaldslag? Já, það er hérna lagið úr Pocahontas. Er þetta ekki málið? Doktor Ólafur, góðan dag, get ég læknað? Ég veit ekki, En það þykir þetta svo vænt lækna. Já, ég er það reyna. Ég hvað það getur verið. Já, komið hér. Það er gátt ekki á neitt. Buenas tardes, señor. Já, alltaf gott viður hér. Passið ykkur að ganga hérna ekki á pálmatriði sem er hér. Já, passið ykkur á pálmanum. Hér er sólinn og nú flúum við til suðurs. Komum hérna niður á snönduna og þér heyrðið við fagrarfuglasöng. Það er kólibrífugl og... Já, og það er sólberjafugl og Mallorca-fuglinn aldrei langt undan og fleiri svona sólstandafuglar. Skulum bara setja sér og konur á ströndinni. Mallorca-fuglinn? Hérna eru bekkirnir og skulum bara fá okkur setti. Ég finn sjávarilminn. Já, og þið skulum líka passa ykkur á því að hér eru fjölþyrnir spánverjar að varðast í maður. Flores, Nortes. Láttu mig keyra, stödd við það! Góðan og blessaðan daginn. Ég hef verið sendur af íslensku ríkisstjórninni til að þjóna landanum á meginlandinu. Býr Íslendingur hér? Nein, kein Ísmann zu land hér. Hvenær hefst hlaupið? Já, ef sprengigos verður að ræða og eldvirknin héldist þá við Bárðarbungu að austanverðu, myndi hlaup í Grímsvötnum með jarðfræðilegu tilliti. Heyrðu, ég nenni nú ekki að hlusta á þessar vangaveltur. Get ekki fengið eitthvað sem er fljótar að svara? Já, komdu blessaðarlingur. Blessaður. Hvenær hefst? 3:30. Hvað kemur þetta til að... Skeiðarárhlaup. Afleiðingarnar verða gífurlegt. Gos. Hvar verður þetta með... Vatnajökli. Að lokameldingur... Þegiðu. Af hverju gerur þetta, Raymond? Get ég fengið eitthvað að drekka, kók eða eitthvað? Getur ekki sagt þessa setningu? Ég er bara svo opaslega þurr í munninum. Segðu setninguna þína. Ef ég segi þessu setningu, fæ ég þá eitthvað að drekka? Maturinn er tilbúinn!
Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin á þessa Íslendingamessu hér í Stuttgart og vona að þið hafið öll gagn og gaman af. Er engin Íslendingur hér? Þetta er málið. Já, er það ekki bara? Og þá er komið að 5 manna úrslitum hér í fegurðarsamkeppni karla. Hver maðurinn þykir bera af öðrum hvað atgervi og fegurð snertir. Og fyrstan kynnum við til sögunar Erling Urbantik. Erlingur er 20 og starfar sem upplýsingafulltrúi fyrir Pizza 45. Og hann hefur áhuga á að fara til Bandaríkjanna og læra kvikmyndaleik. Björgvin Diego. Björgvin er 19 ára gamall og er markaðsstjóri hjá pizzatjaldinu. Hann hefur gaman að veiði og langar til að vera módel. Já, og næstur stígur á stokk, engin annar en Hjalti Bílvest. En Hjalti starfar á pizzadósinni í Grindavík, 18 ára gamall og hefur áhuga á að fara að læra farastjórn og módelstörf, helst í Bandaríkjónum. Næstan ber að nefna Guðmund Pitt. Nú Guðmundur er fyrrverandi lögregluþjónn sem starfar nú fyrir Gauta Thorarinsson HF. Hann dreymir að vera handrykkari í Flórída ásamt með módelstörfum. Síðastan kynnum við Inga T. Steiner. Ingi er 22 ára, eiturlyfjasali, ofbeldismaður og þjófur og hann dreymir að gerast leigumorðingi og nauðgari í Kaliforníu. Gefið þeim gott klapp! Og hvernig dettur ykkur í hug að maður sem lítur svona út geti gert eitthvað ljótt? Já, hvar var ég nú aftur? Já. Mönnum vefst tunga tönn þegar svo hrikalegir atburðir eru ekki hafnir. Hingað er komin Bylgja Thorarinsson til að útskýra máli fyrir okkur. Bylgja, nú ert þú ekki jarðfræðingur? Já. Ef þú værir jarðfræðingur, Bylgja, hvernig myndur þú útskýra þessi eldsumbrot? Sko, nú þetta er bara svona ísbunga sem er svona Vatnajökull. Nú undir því skeður gos og það er heitt og þegar það kemur sko upp, sko þá að því ísinn er kaldur og það bráðnar hann og þá skeður, ég man ekki alveg hvað skeður þá, en þegar það bráðnar, þá bráðnar ísinn og þá getur komið vatn. Og þá nefnilega, sko, sem að ég er ekki við sem að þjóðin átt að sá, þá getur komið flóð. Segir Bylgja Thorarinsson leikona. En Alda, hvernig viðrar á okkur landsmennum helgina? Það verður ömurlegt veður. Alltaf sama skíta veðrið á þessu útkjálkaskeri. Það er annað en hér á Flórída. Hér er 40 stiga hiti allan daginn. Ég dansa á ströndinni í bikinínu við Hósi og Jimmy. Þeir hlæja með mér og þeir eru allir frá Bólivíu. Og ég hendi sandi í Hósi og við reykjum marihuana og við hlæjum. Og þegar ég var í Berlín á stríðsárunum þá var ég með enga þjón.